Halló! Velkomin í Bíóbílinn, það var hérna Arnór, Heimir og Knútur hér á ferð Og +1 gestur! Yes. Það er Haukur! Fyrsti gesturinn! Sem nefandi með mér í Kvikmyndaskóla Íslands. Jep. Og við vorum að koma af forsýningu á Vonarstræti, hérna í Háskólabíó. Já. Og söguþráður, á ég að segja hann? Já. Þessi mynd fjallar 3 persónur. Fyrsta lagi það Eik sem að Hera Hilmarsdóttir leikur, sem er einstæð móðir sem að þarf að sjá fyrir dóttur sinni með vændi. Og svo það Móri sem að Þorsteinn Backman leikur, og það drykkfelldur rithöfundur sem að kljást við sína fortíðardrauga. Og að lokum það Sölvi sem að leikinn af Þorvaldi Davíð, og það knattspyrnumaður sem að flækist í svona, hvítflippa ræningja klíku, ef ég geti sagt það. Já, hann vinnur fyrir banka. Mafíu Íslands. Mafíu Íslands, já. Það var klappað í lok sýningarinnar. En samt ekki alveg strax, það var svona... Nei, allir svona á ég að klappa eða ekki. Íta höndunum saman. Já, ok. Ég skal byrja bara, hvernig ykkur fannst. Haukur, byrja að þykka sig bara. Gjörðu svo vel. Ég fannst þetta var svona einn af betrum íslenskum myndum sem ég hef séð. Já. Sem góð svona von fyrir íslenska kvikmyndaiðnað. Kvikmyndaiðnað. Þetta svona von, já, svolítið svona skemmtilegt svolítið ný andi fyrir íslenska kvikmyndagerð. Já. Já, sérstaklega þetta svona, þetta ekki svona þetta típiska íslenska þunglindið, samt þunglindið en samt ekki það típiska þunglindið. Já, kannski svona meira skandinavist þunglindið. Meira skandinavist, myndi ég segja. Já, Heimir, gott drama, góð komedía líka, með komísku ívaði. Ég er mjög svört á stundum. Já, við skulum ekki fara nánar út í það. Alltaf nefn. Það sko, ég elska hvernig samtölin í þessari mynd. Það ekki forced, þetta mjög náttúrulega samtöl. Ég kunni að meta það. Já, nákvæmlega. Og leikurinn var mjög góður og bara vel tæknilega. Þetta mjög vel útlítandi mynd líka. Já. Og bara, þetta var mjög falleg mynd. Já, ég samanlega. Rosalega falleg mynd, ef maður getur lýst henni. Rosalega vel tekin. Já. Mjög. Arnór, einhverjar? Ég veit það ekki sko, mér fannst hún góð, en mér fannst hún ekki frábær. Mér fannst hún, ég veit það ekki, mér fannst dramatísk og atriðin vera aðeins svo dramatísk. Það var eitt að stytta þessa mynd allavega 10 mínútur. Ég veit ekki 10 mínútur. Já, ok, kannski svona 5 mínútur. Og það var aðalega bara út af svona einhverjum romantískum þríhyrningum. Ég vildi að hann hefði verið lengur samt. Já, það suma persónur sem voru ekki eins vel færið út í, eins og með Sölva. Það einmitt líka sko, þetta handritið snýst 3 aðalpersónur og það hægt að segja að það sé kannski svona pínu leti en samt ekki endilega leti í staðinn fyrir að hafa eina aðalpersónu og láta myndina gjörsamlega snúast eina persónu að þá rauninni ábyrgðinni dreifð á 3 persónur og 3 karaktera en ábyrgðin samt misjöfn á alla karakterina þannig að það rauninni allir karakterinn fá ekki að njóta sín kannski eins mikið og kannski eins og Þorsteinn Backman hann fær að njóta sín langmest af öllum. Það enda líka besti karakterinn í myndinni. Já, það langbesti karakterinn. Mér finnst það svona mesta eftirminnilegastur karakter síðan ég veit ekki hvað fyrir íslensku kvikmynd. Sammála því. Mér finnst Laddi Stærlóla við það. Kannski. Mér finnst það rosalega vel leikin mynd og Hera Hilmarsdóttir skila þessu rosa vel. Hún algjörlega stál sinnu sko. Og mér finnst Þorvaldur Davíð líka bara góður þó að karakterinn hans Sölvi, mér finnst maður tengdist honum svona minnst einhvern veginn. Já, nákvæmlega. En mér finnst hann leika þetta vel, samt sem maður. Hann bara svona ríkur aumingi í rauninni. Og síðan rúsínan í pilsendunum, það Þorsteinn Backman. Þetta bara að mínum að algjör leiksigur í þessari mynd. Það leit út eins og Jesús. Og eins og Haukur var að segja, Jesús götunar. Já, það alltaf gott að hafa einn Jesús eins og í 12 Years a Slave, það Brad Pitt hann En ég hef bara ekki séð eins flottan karakter í íslenskri bíómynd síðan Georg Bjarnfreðsson eða eitthvað. Móri, þetta bara frábær karakter, ekki bara vel skrifaður, heldur ótrúlega vel leikinn líka. Og maður finnur til mikillar samúðar með honum. Og síðan bara aukaleikarnir líka góðir og mér finnst myndatakan mjög góð og flott. Mér finnst klippingin frábær áhugaverð. Svona, mér fannst það áhugaverð hvernig hann svissaðist. Milli sögufræðina, það var
svona Og það er eitt flott atriðana þar sem þetta er svona nátt endanum og myndi kannski geta alveg mikið í ljós en það var svona kliftunum milli atriða sem var ekki beint að gerast á sama tíma, í sama tíma en að tímalínan, hún í rugli. En þeir pössuðu við. Já, mjög. Ef þið myndið horfa á þessu mynd, þá myndið þið kannski fatta hvað ég að minna. Þessar 3 aðalpersónur, Eik, Móri og Sölvi, þær tengjast allar á einhvern hátt í myndinni. Og já, það er bara, mér finnst handritið líka rosalega vel skrifað. Já. Og þetta er eins og Heimir sagði, þetta er ekki svona forced, eða það er að segja, þetta er ekki þvingað. Þetta er mjög svona... Það er ekki 79 á stöðinu, þetta er meira... Já, samtalið er mjög eðlilegt í myndinni og þú veist, og það er líka það vel leikið að þetta verður rosa svona eðlilegt og ég vil bara segja að Baldvin Seta bara frábær leikstjóri. Já, þetta er flott svona tilraun númer 2. Mér fannst svona Órið var frekar góð svona frumraun, en þessi er ennþá betri og ég er svolítið spenntur hvað hann mun setja í næsta mynd. Það er rosalega spenntur að sjá hvað hann gerir næst, Baldvin Seta. Sennilega eitthvað þunglind. Nei. Nei, íslenska mynd er ekki þunglind, það komið Harfi Heimi, þú veist. Hún var góð. Mjög góð. Come on. En já, og sveppa myndina og svona. Já. Þannig að Nói Albund, nei, býtu. Benjamin Dú, nei, býtu. En já, hverju getur bætt? Viljið þið, þú veist, segja einhvernig núna eða eitthvað fara eitthvað meira? Ég veit það ekki, sko, það er náttúrulega, ef þú ætlar að fara á þessa mynd í bíó, það er náttúrulega að hafa því í huga. Hún er ekki endilega svona íslenskt þunglindi, en hún er meira svona kannski eins og svona norskar eða svona sænskir svona glæpaþrillerar. Já. Það er svona, þó sé ekki endilega svakalega spennandi, en það er svona þessi svona dimmi, það er svona þetta skammdegi sem að eitthvað Þetta er bara mjög real mynd, einhvern veginn. Já, hún er mjög sönn, já, hún er ekkert að bullshitta eða neitt. Nei, bæði allir karakterinn eru mennski, sko. Bæði samtölin og leikurinn eru mjög svona sönn einhvern veginn og það er svolítið dýrmætt svona, maður sér það ekki oft í íslenskum kvikmyndum, það er oft svona eins og þetta sé mjög þvingað akkurat samtal en í þessar mynd það er ekki svoleiðis. Það er rosa svona, já, down to earth og eðlilegt svona. Og einmitt, það er líka ekki sagt allt of mikið svona í fyrstu, það er eins og það er svona góð kostum að myndu og þætti ef þau ná að segja ekki beint frá einhverju. Þeir sýna kannski með ákveðnum myndum eða skotum án þess að segja þetta gerðist. Og þessi mynd nægði fullkomlega. Og það kom mér á óvart líka bara hvað hún er svona falleg þessi mynd einhvern veginn. Ég bjóst aldrei við því. Ég vissi eiginlega ekki hvernig myndin yrði en þú veist maður var búinn að sjá náttúrulega svona plaggotinn og þau eru rosa flott plaggotinn. Mér finnst þau alveg frábæri af persónunum og maður hafði svona ákveðna hugmynd og hugsaði ok, þetta verður líka þunglindi svona eins og í flestum íslenskum myndum en það er gert vel í þessari mynd og það er svona ákveðin, fegurð á bak við þessa mynd sem að, þannig að einhvern er eða? Já, þú máttu það fyrstur. Hver? Þú? Já, Heimir, byrja þú, þá fórst að byrja að tala. Heimir, þessi mynd var 10, eiginlega frá mér. 10? Wow, ótrúlegt sé, út af því... Ótabílum! Ástæðan er, þú veist, það var eiginlega engin dauðupunktur í myndinni þannig sem... Hún var svolítið smá landregin. Smá. Mér fannst það ekki, þú veist, mér fannst þessi mynd þannig að ég held að hún hefði lengri og en að... Já, ég held að það sko... Ég held að hún væri áhugari en hún væri kannski meira sögufræður, en að eitthvað meira. Það er í rauninni engin svona uppbygging, þetta er bara svona mjög einfaldur þráður í gegn. Já, og svona aðeins byggt á... Samt ekki neikvæðan. Nei, svo er svona aðeins farið í gegnum þráðinni, það er í rauninni, það er engin stór bardagi, það er engin svona stór, það sem að 2 karakterar mætast og fara að rífast eitthvað svona, en þetta er mjög einfalt og mjög raunsætt svona hvernig allt saman leysist. Eitt af því besta þessari myndina er persónusköpunin og svona. Sérstaklega með Þorstein Bachmann. Með Þorstein Bachmann og Móra. En svo er líka bara, hún kom mér skemmtilega óvart. Já, bara Baldvin Seta er rosa góður með leikara, vinna með leikurum og karaktersköpun. Það var líka það í Óru, það var persónusköpunin sem var svolítið áhugavert við það mynd. Og já, mér finnst það líka Eik frekar. Já, en að sú persóna
Mjög djúp Þessi mynd fjallar ákveðið efni sem kannski ekki fjallað í öllum íslensku myndum en þetta bara mjög smekklega og velgert. Fannst mér. Haukur, viltu ekki bara næstu? Já, ég myndi segja myndin, ég myndi gefa henni einhvern myndi ég segja svona 8,5. Já. 8,5. Og já, ég bara sátti með hana og já, hefur kannski, eins og það var svolítið smá döða punktar en það allt í lagi. Þetta ekki eins og þú myndi, horfa. Það skemmir ekkert myndina. Nei, alls ekki. En mér fannst ekki, þú veist, öðru máli en ég skil ákveð, þú veist, það myndi kannski finnast að vera svona tekníka þessum myndi. Þetta virkaði fyrir. Bara gaman að hafa mismyndir skoðanir. Já, takk. Arnór? Sko ég myndi gefa henni svona 7,5 í rauninu. Því að mér finnst hún ekki, hún góð, eins og það allir að segja, þú veist, hún góð með íslenska myndir eða allt svona, og ég vil ekki vera endilega að tala það, en ef við berum hana saman bara við aðrar kvikmyndir, svona á bæði evrópskan og amerískan skala, þá myndi ég gefa þessu svona 7,5 upp í heilstætt úti því að þetta eins og við vorum að tala eins og maður söguþráðurinn, hann er mjög raunsær og það kannski truflar einhverja út af því að þið kannski vilja horfa á kvikmyndir til þess að fara í burtu frá raunsæi lífsins með þunglindinni. En ég myndi gefa henni 7,5 og það er líka gaman að sjá Tedda Júl í hlutverki. Hann er góður. Hann gerir þetta mjög vel. Hefur þú séð myndina Eldfjall? Mér langar að sjá hann, Mér langar líka að sjá hann. Hann var rosalegur. Það var bara merkilegt að hversu, og hún var líka mínum betri, uppáhalds íslenskra myndum líka. Vanaleg bönns af verðlaunum líka. Vanaleg bönns af verðlaunum. Já. Eldfjall, já. Rúnar Rúnarsson var að freka. Hann er ógeðslega góður leikstjóri. Þið ættir að horfa á það, það er geðveikt. Og já, ég veit ekki meira að segja. Nei, Teddi Júl hann fekk líka bæjarlistaverðlaun frá Kópavogi eða eitthvað þannig, svona nýlega. En allavega þessi mynd kom mér eiginlega óvart. Ég er pínu sammála með að það var eins og manni fannst pínu langdrinn á köflum, ég veit ekki hvað en það er samt gaman að heyra frá heimi að hann vildi sjá meira. Ég er eiginlega ég er svolítið saman ykkur þeim að mér fannst stundum þetta að vera pínu langdreið, ég veit ekki af hverju, það er einhver svona döði punktar, einhver litlir. En aftur á móti kemur að mér fannst bara leikurinn hjá aðaleikurann svo góður að hann hélt mér svona mjög límdum að skjánum. Já, það er frekar sjálfgeft fyrir íslenska myndir. Og persónurnar voru svo vel skrifaðar og vel leiknar að þetta er með betri íslensku myndum sem ég hef séð fyrir minn smekk og Móri er besti íslenski karakter í bíómyndum sem ég hef séð. Það er bara, ég verð að segja það sko. Og ég ætla að gefa henni 8,6. Mér finnst hún mjög góð og ef að Þorsteinn Bachmann vinnur ekki edduna fyrir þetta hlutverk þá er eitthvað að. Það er bara þannig. First rain check sko. En já, þannig að við mælum með Vonarstræti. Já. Þetta er ekki mynd fyrir alla samt en... Þetta er svona mynd fyrir fullorðna, best að taka það fram. Ef þið ekki séð trailerina, þetta er mynd fyrir fullorðna, þannig að... Já, ég ekki taka með svona 12 ára... Ekki fara með börn á þessa mynd. Það er dálítið nekt í þessu. Ekki nefnir við viljum þurfa að borga fyrir sálfræði aðstoð. Hún er byrjað flöskun áttu. Á pélunum. Já, þannig að bara takk fyrir komin á Haukur. Já, takk. Og gaman að hafa þig. Fyrsti gesturinn í bíóbílnum. Við eigum von á fleiri gestum, vonandi. Já, vonandi. Næstu myndir verða... Ok, við erum búin að stríða að horfa á The Other Woman. Annars eru myndirnar... Godzilla, X-Men, Days of Future Past. Já, og... Það er að fá rosa góð dóma. Þannig að... Ég veit það. Og einhver önnur mynd. Hvað er næstunni? Við erum svona 5 mínútur með að finna næstu mynd. Við erum alveg nóg tíma eftir sko, við erum 8 mínútur. En það er kannski bara gott að það sé svona stutt. Já. Ekki. Að gera stytta þetta, það er nógu langt fyrir. Það er ekki að horfa á þetta. Ég held að slæmu myndi fá svona lengri tíma til umfjöllunar og það, þú veist, þannig að við getum að gera grína og svona, en það er bara að segja hversu góð þessi mynd var. Er ekki þá bara við hæfi að segja til hamingju Baldvin Seda og allir sem koma að þessari mynd? Já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Bye! Bye! Já, gerða. Pjössíkuna! Bless.